Þú komst einu sinni fram í sjónvarpi og sagði frá því að þú hefði fengið taugaáfall. Já. Það sem gerðist í lífi mínu veturinn 1984 til 85 var alveg hræðileg reynsla. Þetta átti svolítið aðdraganda og ég vissi ekkert hvað var að gerast með mig. Ég svaf ekki, ég átti erfitt með að einbeita mér, ég fann fyrir mikilli þreytu og mér fór að líða bara mjög illa. Og fyrstu mánuðina þá hugsaði ég með mér, þetta er bara einhver aumingjaskapur. Ég þarf bara að hrista þetta af mér og mér datt ekki þunglyndi í hug. Ég hugsaði mér, ég bara vissi ekki hvað var að gerast. Og þetta ágerðist meira og meira og að lokum þá leitaði ég læknis og þá var mér tjáð það að þetta væri þunglyndi. Voru einhverja aðstæður í þínu lífi sem að orsöku þunglyndið? Þetta er góð spurning því að ég er alveg sannfærður það að það voru ýmsar aðstæður í mínu lífi sem minnstakosti voru með til að búa til þetta þunglyndi. Sko, ég var tiltölulega nýskilinn og ég var búinn að hafa son minn hér heima hjá mér 1 ár og hann var farinn til Danmerkur. Ég var búinn að kynnast minni elskulegu konu Guðnýju og ég vann gífurlega mikið og lagði gífurlega hart að mér. Þetta var eiginlega bara of mikið álag fyrir mig. Ég þoldi ekki þetta álag. Og þetta voru sem sagt viðbrögðin, sálarlegu og líkamlegu viðbrögðin. En fyrst datt mér ekki þunglyndi í hug því ég hafði aldrei þjáðst af þunglyndi. Og ég fór til læknis og þá var ég orðinn svo illa staddur og ég gat ekki unnið meira. Og hann lét mig hafa lyf og ég byrjaði að taka þessi lyf og þá fann ég það að ég hætti að geta spilað vegna þess að ég missti tilfinninguna í fingurgómunum vegna þessara lyfja og það var náttúrulega ekki til að bæta ástandið. Og ég fór sem sagt neðar og neðar og þegar að fólk fer í djúpt þunglyndi þá missir það allt sjálfstraust og sjálfsmatið fer bara niður úr öllu valdi. Og ég hugsaði með mér, ég fór að hugsa mjög alvarlegar og hættulegar hugsanir. Mér fannst ég sjálfur vera ófreskja og mér fannst ég vera svo mikil ófreskja að það væri líklega landhreinsun að því að ég tæki mitt eigið líf. Og ég sá enga leið út úr þessum ógöngum nema það að taka mitt eigið líf. Og svo ég ákvað að skipuleggja mitt eigið sjálfsvíg. Og það var ekki vegna þess að ég óskaði þess að deyja, því ég held að enginn sem er búinn að fá svona sjálfsvígshugsanir óski eftir því að deyja. En það er engin leið út úr því. Það er allt lokað. Þetta er eina leiðin sem þú átt eftir. Svoleiðis að ég hugsaði mér, ég verð að gera þetta. Og ég var auðvitað þá orðinn bara sárþjáður maður. Og ég tók bílinn minn einn morgun, klukkan 5 morgun, og ég keyrði austur fyrir fjall. Og ég hafði ákveðið að drekkja mér. Og ég var búinn að velja mjög straumharða hættulega á
og ég keyrði niður að Fljótsbakkanum og ég hendi mér út í ána. Og ég fór náttúrulega að bála kaf og þá skeiði þetta undur sem ég hef enga skýringu á, að í þessu straumþunga vatni þá kom straumur bara frá miðju árinnar. Hann kom með þvílíku afli og þrýsti mér inn af Fljótsbakkanum. Þannig að ég gat bara enga björg mér veitt, mér var bara þrýst upp af Fljótsbakkanum og á því augnabliki sem ég er komin mjög nála Fljótsbakkanum, þá rek ég hnéð í botninn og ég finn rosalega til og ég meiddi mig sem sagt virkilega og viðbragðið mitt við því að ég rek mig svona í að ég spyrni með fótunum í botninn, ég náði botninum og þá stend ég í vatni hingað, alveg við Fljótsbakkann, bara stend ég í vatni hérna og einhvers konar grynningum og þá verður mér litið í átt til Heklu og ég sé, þetta var undursamlega fallegur morgun, það var svona örlítil snjóföl, það var logn og það var heiðskírt og ég sé sólina, nákvæmlega á þessu augnabliki kemur sólin upp yfir Heklu. Það var ótrúleg sýn og rödd sem ég heyri sem segir við mig, Gunnar, þetta er ekki leiðin. Og ég óð í land. Þetta var bara kraftaverk, algjört. En svo komst ég til læknis, annars læknis eftir þetta og náði bata. Það tók langan tíma en ég náði bata, fullkomnum bata. En vegna þessara reynslu þá get ég svo vel skilið fólk sem sagt tekur sitt eigið líf. Einu sinni var ég að spila yfir ungum manni sem hafði tekið sitt eigið líf og presturinn, séra Sigurður Haukur Guðjónsson heitinn, prestur í Langholtskirkju, hélt ótrúlega sterka ræðu og hann sagði, ég gleymi þessu aldrei, mér fannst þetta svo satt, hann sagði, ef að fólk fær krabbamein og deyr af því, þá hlýtur það alla þá samúð, skilning og hjálp sem það þarf á að halda í flestum tilfellum. Ef að fólk fær krabbamein í sálina og deyr af því, þá er annað upp á teningnum. Mér fannst þetta svo satt að fá krabbamein í sálina og deyja af því. Þannig að ég held að auðvitað er vafalaust sjálfsvíg með ýmsum hætti. Þau náttúrulega kannski eru stundum sjálfsvíg framin í stundar brjálæði. En ég held í flestum tilfellum þá séu þau skipulögð því það er svo einkennilegt til dæmis með mig að þó ég í rauninni væri gjörsamlega frosinn. Ég var tilfinningarlega frosinn. Ég gat ekki beðist fyrir á þessum tíma. Ég var tilfinningarlega frosinn, þá gat ég samt skipulagt þetta sem ég var að gera. En ég segi, innst inni vill enginn deyja. En stundum eru engin önnur úrræði. Þegar fólk er komið þarna niður, þá sér það engin önnur úrræði. En ég var náttúrulega bara ótrúlega heppinn. En ég hef litið á þessa reynslu mína sem einhvers konar hreinsun fyrir mína eigin sál vegna þess að mér fannst eftir að ég náði bata, þá fannst mér ég líta
á lífið á annan hátt. Mér fannst ég vera þakklátari. Mér fannst ég reiðubúnari til þess að gera eitthvað fyrir aðra. Mér fannst ég gera mér betur grein fyrir því hvað þetta líf er ótrúlega dýrmætt og hvaða eru stórkostlegir möguleikar fólgnir í lífinu til stórkostlegra hluta.